Á þetta að virka núna? Jóhannes, á þetta að vera komið í gang eitthvað? Þá ekki þetta maður sér ekki neitt heldur, þú veist, bara allt svolítið langt frá, eða þú veist, þannig. Nei, alltaf langt. Ok. Það eru 2 mínútur í leik.
sæl. Hér fyrir að hefjast úrslitaviðureign í fyrstu deild í raflandsdeild kvenna. Það eru Víkingur, BH og hér er fyrsti leikur Agnes Bragadóttir og Alexía Kristínadóttir Mixa. Og það er Agnes sem að byrja uppgjöf og vinnur fyrsta stig. Og Agnes vann seinni uppgjöf líka og nú gefur Alexía upp. Og hún sækir af hörku en hafði ekki erindi sem hefði verið þarna og staðan er 3-0 seinni uppgjöf hjá Alexíu. Það er Agnes sem fyrir betra stað, hún fær aftur uppgjöf og staðan er 4-0. Missir hann aðeins og hátt hún Alexía og Agnes er fljót að nota sér það og er komin í 5-0. Góð byrjun hjá Agnesi. Og það er 6-0 og ekki fyrir aftur yfir til Alexíu og Alexía verður að koma með einhvern í ráð hér. Og þarna koma þau, hún hélt boltanum betur niðri og Agnes mista út af 1-6. Óheppin þarna Alexía, boltan fyrir netið og út fyrir. Það þýðir að stigið er Agnesar. Það er 7-1 fyrir Agnesi sem á uppgjöf. 7-2. Seinni uppgjöf. Og enn vinnur Agnes, hún er komin með góða forystu í þessari uppgjöf. Það er 8-2, 2-8 þegar uppgjöfin fyrir yfir til Alexíu. Góð sókn hjá Alexíu þarna og hún vinnur þriðja stigið sitt 3-8. Góð uppgjöf þarna aftur hjá Alexíu og hún fær stig beint úr henni og réttir aðeins sinn hlut. En þarna tekst Agnesi að halda áfram og hún er komin strax með 2 stig viðbót. Það er 10-4 og fyrsta matchpoint fyrir Agnesi. Og það kemur strax stutt lota 11-4 og Agnes leiðir 1-0. Alexía virtist ekki alveg búin að finna fjölina í þessari fyrstu lotu. Þarf að fá góð ráð hjá Tómasi, þjálfara sínum, til að jafna þennan leik. Agnes virðist mjög örugg í öllu sínu og er tilbúin til að halda áfram. Þurfti ekki mikið ráð frá sínum þjálfara en Alexía fer ennþá yfir hver strategían verður og hún ætlar sér eitthvað meira í næstu lotu sem hefst nú og það er Alexía sem byrjar núna fyrstu uppgjöf. Það er halda boltanum niðri og potta en sóknin tekst ekki þegar hún reynir að sækja. Og Agnes er nú þegar komin 2 stig yfir og á uppgjöf. Þarna tókst Alexíu vel að halda boltanum niðri og Agnesi tókst ekki að sækja, fekk boltan í netið og Alexía fær sitt fyrsta stig í lotunni. Og góð uppgjöf frá Agnesi, góður undirsnúningur sem Alexía tókst ekki að lyfta yfir. Og staðan er 1-3 og Alexía á uppgjöf. Þarna átti Agnes mjög góða sókn og nú flippar hún boltanum beint úr uppgjöf og er komin í 5-1 og leiðir aftur.
6-1, það er örugg forysta hér hjá Agnesi. Og Alexía verður að finna einhver betri ráð. Ná, góð uppgjöf hjá Agnesi, erfitt að lesa það hvort að undirsnúningur eða yfirsnúningur og henni tókst að setja Alexíu úr jafnvægi. Nú er staðan orðin 1-8, Agnesi í vil, en Alexía er óheppin, hún lúppar í net og út fyrir sem er þá Agnes stig. Staðan er 9-1 þegar að Agnes tekur uppgjöf. 9-2 er staðan nú þegar Agnes tekur sína síðari uppgjöf. En uppgjöf misheppnast og Alexía fær stig og réttir aðeins úr kútnum, en nú þarf að dugið að drepast, það er uppgjöf hjá Alexíu. Og hún vinnur þetta stig, hún klórar í bakkan og seinni uppgjöf. Agnes vinnur sitt 10. stig og getur nú gert út af þessa lotu. Það er matchpoint. Og það kom hér strax 2 lotur unnar hjá Agnesi. Agnes er líka afmælisbarn dagsins, hún er 14 ára í dag. En með aldurinn þá er ótrúlegt að segja að hún er ríkjandi Íslandsmeistari og var einnig Íslandsmeistari í fyrra. Og hún er engin nýgræðingur þátt fyrir að árin séu ekki mörg. Og hún stoppar stuttið hjá sínum þjálfara. Það eru ekki mikið að segja um það þegar svona vel gengur, en Alexía hlustar á góð ráð frá sínum þjálfara og ætla sér eflaust að koma með einhver ný ráð í næstu lotu, 3. lotu. Það sem geta að BH leikur hér í fyrsta sinn í úrslitunum í þessari liðakeppni í Raflandsdeildinni. En Víkingur er ríkjandi Íslandsmeistari síðan í fyrra. Þannig að þær hafa reynslu, ómetanlega reynslu, en nú hefst 3. lota. Agnes á uppgjöf og hefur þegar unnið 1. stig. Seinni uppgjöf hjá Agnesi. Og Alexía missir hann aðeins og hátt sem að Agnes notfæri sér og hún flippar og sækir. Það tekst Alexíu að vinna stig, það er 1-2, það er allt mögulegt í þessum leik. Góð uppgjöf hjá Alexíu og nú reynir hún að stjórna leiknum, situr á sér, spilar örugt og fær stigið. Og það er 2-2 og Agnes gefur upp. Þarna kemur Agnes með eina af sínum fínu uppgjöfum þar sem hún platar Alexíu. Lítur út frá að verða mikill snúningur en er það ekki. Og Agnes missir hann af borðinu en Alexía segi ég. En nú tókst henni að sjá við þessu og það er 3-3 þegar Alexía gefur upp. Góð uppgjöf. En Agnes vann þessa uppgjöf. Góð uppgjöf núna hjá Alexíu sem að tekst að klóra í bakkan hér og hér er enn jafnt 4-4 og Agnes tekur við. Vel gert. Alexía henni tókst að sækja beint á uppgjöfuna frá Agnesi, las hana vel í þetta skipti og seinni. En í þetta skipti var hún óheppin, hún sótti strax á móti uppgjöf en það fór í netið út fyrir sem að þýðir þá að Agnes fekk stigið og Alexía tekur nú uppgjöf. En Agnes svaraði vel og tókst að halda boltanum niðri og fór í neti hjá Alexíu. Og nú reynaður báðar að halda stjórn og taka ekki áhættu og það ber árangur fyrir Alexíu því að
Agnes skaut í netið þegar hún reyndi að sækja úr þessu. Það er 6-6. Og nú hefur Alexia komist yfir í fyrsta sinn. Það er 7-6 í þessari lotu. Meira sjálfstraust virðist vera að koma í Alexiu, en Agnes þær þó að jafna aftur. Það er 7-7 og ekki fyrir yfir. Og nú er að sjá hvað Agnes á í pokahotninu. Þarna kom hún með lúmskan bolta, hélt miklum undirsnúningi og Agnes sett hann í netið þegar hún reyndi að sækja. Og skín ákveðnin úr Alexiu, en hún reynir rúppið og það fyrir yfir. Þarna gildir að hafa þolinmæði, sækja þegar að færi gefst. Og þarna kom Agnes með eina af sínum lúmsku uppgjöfum sem erfitt að lesa, og reynar komið með 2 í röð og skyndilega er staðan 10-8 og hún hefur þetta í hendi sér fyrsta matchpoint. Og þar kom það strax. Þetta vannst í 3 lotum. Agnes vann 3-0, nokkuð sannfærandi hátt. Næsti einliðaleikur er Nevena úr Víkingi og Harriet úr BH. Nevena hefur verið nær ósigrandi á þeim mótum sem hún hefur tekið þátt í eftir hún flutti hingað til Íslands, en hún hefur þó ekki fengið að keppa á Íslandsmótum. En það kemur að því þar sem hún mun 2021 öðlast keppnisrétt, og það verður mjög fróðlegt að sjá hvað það hefur að segja. Nevena hefur líka keppt á mótum í karlaflokkum og var meira að segja fyrst til þess allra kvenna hér á Íslandi að vinna sigur bæði meistaraflokki karla og meistaraflokki kvenna á sama móti á síðasta leikári. En Harriet hefur að sjálfsögðu eins og allar stúlkurnar í BH verið mjög öflug og vaxandi og mikla framfarir í gangi hjá stúlkunum í BH. Hún mun eflaust gera sitt besta til þess að standa vel í nefinu. Þær hita hérna ennþá upp, en leikurinn sjálfur mun hefjast vonbraðar. Dómarinn kemur á borðinu og ruglar kúlunni til þess að finna út hver á að hefja leik, og það er Harriet sem á að byrja, og þær gera sig klárar hér og leikurinn hefst. Og fyrsta stigið er Nevenu 0-1 og seinni uppgjöf hjá Harriet. Þær spila vel,
En þessi fyrstu 2 stig urðu nefinu og nú kemur hún með sínar uppgjafir. Og Harriet vinnur sitt fyrsta stig. En öflug uppgjöf hjá nefinu og Harriet átti ekkert svar við því og staðan er 3-1 eða 1-3 þegar Harriet tekur uppgjöf. Sem að hún vinnur stig úr. Mjög mikilvægt að geta státað að góðum uppgjöfum hér. Getur skipt gríðarlega miklu máli. Og nú er nefana, hún er komin yfir 2-4. Nú kemur hér bolti úr af öðrum velli og er þá stoppaði leikurinn á meðan. Byrjaði upp á nýtt á því stigi. Og vel spila hjá þeim. Hér er mikið sótt, skemmtilegt spil. Þarna fær nefana stigbeint úr uppgjöf og er komin yfir 5-3 þegar Harriet kemur með sína uppgjöf. Sótti þarna mjög fallega Harriet, náði mjög góðu lúppi en var svo óheppinn að ná ekki að spila úr því og staðan er 3-6 þegar hún tekur sína seinni uppgjöf. Vel hugsað hjá Harriet en hún tókst ekki að halda kúlinu niðri á borðinu og þetta lítur vel út fyrir nefinu sem að kemur hér með enn eina frábæra uppgjöf og frábær sókn. Mjög gott lúp. Fáar konur hér á Íslandi sem geta lúpað svona eins og nefana sýndi okkur þarna. Staðan er 9-3. Nefinu í vil. Harriet hugsa sér vel hvernig hún ætlar að bregðast við. En nú er matchpoint. Nefana getur klárað þessa fyrstu lotu. En gerir það reyndar ekki núna. Harriet var með góða uppgjöf sem nefana sendi beint yfir borðið og það er staðan 10-4. Og netið hjá nefinu 10-5. Þetta er samt langur vegur. Það er erfitt að koma tilbaka með svona mikið forskot. En Harriet er ekkert að gefast upp. Og staðan er 10-6 þegar Harriet á uppgjöf. Hún tínir stigin hér eitt af öðru og ætlar ekkert að gefa neitt eftir. En þarna þetta var aðeins svo mikill biti. Hún sendur í netið og nefana fær 11. stig og lotan fær 11-6. Og staðan er 1-0 fyrir nefinu í þessari viðureign. Harriet fyrir yfir málin með sínum þjálfara. Getur vel verið að hann segi þarna að hún þurfa að passa sig að verði ekki of bráð á sér. Hún er aðeins að flýta sér stundum, geti gefið sér örlítið meiri tíma. Og nú koma þær hér að borðinu og tilbúnar í aðra lotu. Og þá er það nefina sem að hefur leik, tekur fyrstu uppgjöfunar og það er rétti klár. Mjög vel spilað, örlítið óheppinn þarna Harriet skýtur yfir og það er 1-0 fyrir nefinu. Seinni uppgjöf. Góð uppgjöf hjá nefinu, það er mjög erfitt að eiga við þetta. Þarna sett hún yfirsnúning með hliðarsnúningi sem er erfitt að lesa og Harriet missir hann yfir borðið. Þarna aftur á móti svarar nefana uppgjöf Harriet með góðum undirsnúningi og
þá mjög erfitt að sækja á móti og Harriet mistir hann í netið en næsta gjöf aðeins óheppin þarna og Harriet staðan 4-0. Þægilegt forskot hér strax í byrjun hjá nefinu. Þær sækja mikið og skemmtilegt að horfa á. Það ekkert að dunda sér mikið í undirsnúningum en þetta líka hættulegu leikur. Það getur verið erfitt að ráða við. Það lúpað á báða bóa en hér fær Harriet loks sitt fyrsta stig. Það 1-6 þegar hún tekur sína seinni uppgjöf. Dómari minnir Harriet á að henda kúlinu upp. Verður að lyftast vel og lóa. En stigið það nefana, það 7-1, það örugg forskot. Erfitt að ráða við mikla snúninga og sterk lúp hjá nefinu og hún komin í 8-1. Þarna brást henni aðeins bóðalistinn í annars góðu lúpi, fór yfir og Harriet á uppgjöf, vel spila hjá þeim hér. Áttu það mjög erfiða bolta sem þær svöruðu. En Harriet fékk stigið, fallega spilað. Þeir spilaði mikill sóknubolti, fallega sótt hjá Harriet sem að vinna stigið fyrir að þær lúpuðu hér á báða bóa. 9-4 í staðan fyrir nefinu og öflug hér í sókninni, öflugur sóknarmaður og nefana og staðan 4-10. Það komin matsbolti hér fyrir nefinu. Vel spilað, hún flippar hér glæsilega á bakhundinni til að taka síðasta stigið. Það 11-4 sem þessi lota fer og nefana komin í 2-0. Nefana gífurlega erfiður andstæðingur. Spurning hvort að Harriet getur í þessari stuttu pásu fundið einhver svör. En hún framtíðina fyrir sér, hún Harriet, og stöðugum framförum hér. Mikill sóknarmaður líka. Það þriðja lota. Harriet byrjar. Hún hefur 2 uppgjafir og þarf að nýta þær báða vel. Hún á mjög góðar uppgjafir til í bókahorninu. Vel spilað. Það fekk Harriet fyrsta stigið sitt. Góðar uppgjafir hjá henni en þarna missti hún boltan yfir og það 1-1 þegar nefana fær sína fyrstu uppgjafir í þessari lotu. Þetta var glæsilegt stig hjá nefinu. Hún kom með mjög erfiða uppgjöf sem að Harriet átti erfitt með að svara, missti boltan hátt og var refsa fyrir það að kom fastur tilbaka. Þá það seinni uppgjöf nefinu. Og hún sækir og biðst afsökunar reyndar á því að boltinn fer hérna í kantinn
Stíð er fullgilt en sjálfsagt að biðjast afsökunar á því þegar þau koma svona. Þarna aftur Harriet aðeins bráð, reynir að sækja úr færi sem kannski var ekki nógu gott og missir hann í netið. Það er 1-4 og hún tekur sína seinni uppgjöf, góð uppgjöf sem að nefinu missir yfir og Harriet fær sitt annað stig. Þetta var mjög gott stig hjá Harriet núna. Hún virðist náði ágætlega að taka á móti erfiðum uppgjöfum frá nefinu. Hún var róleg þarna. Það borgar sig ofta að róa sig örlítið niður, passa sig að vera ekki ofbráður á sér og nýta svo færin þegar þau koma. Staðan er 3-5, nefinu í vil og Harriet á uppgjöf. Nefana sækir fast og Harriet á ekki svar við því, missir hann út af, en seinni uppgjöf. Hún tapaði þessu stigi, nefana á uppgjöf, staðan 7-3. Öflugs og þarna hjá nefinu sterkt lúp sem að Harriet gat ekki komið í borðið. Nú þarf Harriet að hugsa sem gang. Staðan orðið mjög erfið. 3-9 fyrir nefinu. Og hún svarar hér uppgjöf Harrietar á með frábæru lúpi 3-10 og það er matchpoint á mjög erfiðum tíma og þetta hafðist ekki hjá Harriet og nefana vinnur þarna mjög öruggan sigur og þessi leikur fer því 3-0 og staðin í einvíginu er því 2-0 Víkingi í vil. Eins og þetta form býður upp á að þá er næst á dagskránu tvíliðaleikur. Og hann getur oft breytt stöðinni heldur betur. Þar kemur líka nýr leikmaðurinn sem hefur ekki spilað í einliðaleikjunum. Og nú skrifar Örn dómari niður hvaða liðin hafa valið, hverjir eiga að spila. Og nú er það komið á hreint hverjir spila. Fyrir hönd Víkings eru það Agnes og Stella. En fyrir BH stíga hérna á stokk Harriet og Sól. Víkings stúlkurnar Agnes og Stella eru báðar rétthendar en Harriet er örvhent í liði BH. Það getur oft
verið góð samsetning fyrir liðið Tílaðarleik að annar leikmaðurinn sé örfendur og hinn réttendur. Gefur ýmsa möguleika með staðsetningar. Getur hjálpa til við að leikmenn þvælist ekki fyrir hver öðrum. En þær eru alveg að verða tilbúnar til að hefja leikinn. Hita hér upp. Dómarinn kominn til leiks og ætlar að standa við sitt borð eins og venjan er í Tílaðarleikjum. Þá stendur dómarinn til að hafa betra yfirsýn yfir borðið þar sem að máli skiptir hvar uppgjafir lenda. Það eiga að fara frá hægri vallarhelmingi þess sem að gefur upp og yfir á hægri vallarhelming þess sem að tekur á móti og fara hann öðru hvoru megin vitlausu megin við miðlínuna að þá tapar liðið stigi sem uppgjafan á. Þannig að það er mikils virði í Tílaðarleiknum að vanda vel uppgjafinnar og að fylgst sé vel með. Það er Víkingur sem að hefur leikinn og það er Stella sem ætlar að gefa á Harriet. Stella sem gefur á Sól aftur á móti. Og það er BH sem fær þetta fyrsta stig. Og þær fara vel að stað í BH, staðan 2-0 þegar að þær eiga uppgjöf. Og Sól gefur á Agnesey en þarna þær aðeins og kapsamar missa lúpið yfir og Víkingur fær sitt fyrsta stig 2-1. En BH heldur áfram góðan gír hér 3-1 eða 1-3. Víkingur gefur upp og þarna sýndist mér boltinn fari í kantinn hjá Sól og vel út fyrir, ekki alveg það sem hún ætlaði sér þarna, ætlaði sér að lúpa. Vel spilað þarna, mikill sóknarbolti, vel spilað hjá BH og það eru konar yfir 4-2 og gefa upp fyrir uppgjöf. Gríðarlega sterkar stelpur, pottnungar allar. Góð uppgjöf hjá Harriet. Stella reyndi að sækja beint úr því en náði honum ekki yfir, fór í net og Víkingur fær uppgjöf þegar staðan er 3-5 BH í hag. Sýnist BH stúlkur hafa komið hér mjög ákveðna til leiks, ætla sér mikla hluti og hvetja ykkur aðra. Og þarna var Stella óheppin, sendi seinni uppgjöf sína út fyrir borðið og gaf BH ódýrt stig. Vel gert hér, sterk sókn, þær koma tilbaka hér Víkingstúlkur og staðan 7-4 þegar að seinni uppgjöf BH kemur hér. Það er mjög vel spilað hjá BH stúlkunum sem munið þetta stig. Þarna haldi ég að hafi grætt á góðum staðsendingum.
Það kom mikil undirsnúningsuppgjöf hjá Agnesi sem að Harriet kom ekki yfir og það rétt aðeins sinn hlut hér í þessari fyrstu lótu. Staðan 5-8 en BH kemur strax tilbaka og komið í 9-5 þegar þær fá uppgjöfuna. Vel gert hjá Víkingstúlkum. Fengu aðeins of háan bolta frá BH og þær hikuðu ekki við að sækja beint á það og höfðu stigalaunum. En BH þær koma sterkar tilbaka, staðan 10-6 og þær hafa nú tækifæri til þess að tryggja sér þessa lótu. Og það gera þær nú strax. Þarna var mjög gott svar hjá Sól við uppgjöf Víkinga. Lúppaði hana strax tilbaka og það var held ég óvænt og þær náðu ekki að svara því Víkingi fyrsta lotan fjall með BH 11-6 og þetta gæti orðið æsispennandi leikur. Svo að þú sagði það voru uppgjafirnar svolítið sér á parti í tvíliðaleik. Það þurfa að fara réttu megin á borðið hjá þeim sem gefur upp og réttu megin á borðið hjá þeim sem tekur á móti og stig tapast ef það ekki. En það líka mjög mikilvægt fyrir samherja þess sem gefur upp að vita hvar kúlan kemur tilbaka og því hafa leikmenn þróað með sér merkjakerfi sem að segir hvers konar snúninga þeir eru að nota til þess að vita, til þess að samherjinn megi vita hvar hann á ég búast við að fá kúluna aftur og hvernig hann eigi þá að bregðast við. Nú byrjar lóta 2, reyndar misjöfnuð uppgjöf hér, fyrsta uppgjöf hjá BH fer út af og Víkingur fær sitt fyrsta stig, seinni uppgjöf hjá Harriet. Víkingur setur boltan í netið og yfir í borð og fá stigið. Þarna átti Víkingur mjög góða sókn. Þær eru strax komnar 3-0. Þessi lóta fyrir betra stað hjá þeim og þær eiga sína seinni uppgjöf. Agnes bendir hreyfingum sem þær fela undir borðinu. Sýnir Stellu þar með hvað hún ætlar að gera, hvers konar uppgjöf. Og það virðist vera í góðum gír hér núna, konar 4-0 undir, strax 4-0 yfir, afsakið byrjun og BH gefur upp. Það eru vel hreyfanlegar hér, en Agnes svarar þarna mjög vel. Þarna var lítið hægt að gera. Hún notfærði sér að Sóla átti langan veg að fara til þess að komast að boltanum. Hún náði ekki. Staðsetningar geta skipt öllu máli hér. Víkingur með 6-0 forystu. Það tók Harriet áhættu, reyndi að lúpa beint uppgjöf en sett hann ekki á borðið. Það er 7-0. En í þetta skipti var það Agnes sem tók áhættuna, ætlaði að sækja en lúpaði yfir og loksins fengur BH stúlkur stig. 1-7 í staðan. En þá kemur önnur misjöfnuð uppgjöf hjá Harriet. Þetta er óvinnulegt sem hún á öllu jöfnu mjög góðar uppgjafir. 1-8 og seinni uppgjöf. Þetta var góð svo lúppaði hérna sneri vörn í sókn og það eru
2-8 undir en nú á Agnes uppgjöf. Þær hafa greinilega ákveðið að reyna að sækja eins mikið þær geta hérna BH-stúlkur, reynda að sækja þannig beint á uppgjöf, hittu ekki á borðið og Víkingur með góða fórystu hér. 2 skipti í röð, reynir Sól að lúppa á uppgjöf og í bæði skiptum fyrir hann yfir og því er staðan orðin 2-10 þegar að BH á uppgjöf hér. En þær vinna þetta stig. Stella setur boltan í netið sín megin og seinni uppgjöf hjá Sól. En þarna kom loka stíð. Það voru sóttjarðar í þessum leikun, óhefnar kannski í BH. Þarna var lúpa beint í netið og þessi þriðja lota, önnur lota segi ég, hún fór 3-11. Geysiöflugt lið hjá Víkingi, Agnes og Stella og báðar orðið Íslandsmeistarar í meistaraflokki kvenna og eru miklu reynslu boltaðar ungan aldur og BH stúlkur eru hér í fyrsta skipti í þessari úrslitakeppni en þær eiga svo sannlega heima hér, sýndi það í gær með mögnuðum sigri í undanúrslitum á KRA. En nú er komið að þriðja loti hér og nú er að duga að drepast fyrir BH stúlkur ef þær vilja komast aftur inn í þennan leik. Ef að Víkingur vinnur þennan leik þá er þessari viðureign lokið og þarf ekki að spila fleiri einliðaleiki. Það þarf bara 3 unna leiki og fyrsta stigið er komið og það er Víkingur sem á það og tekur líka seinni uppgjöf. Góð uppgjöf hjá Agnesi sem að BH reyði ekki við, sendi út af, mikill snúningur þarna en uppgjöf fyrir yfir til BH. Fekk færa BH annan séns hér á að taka þessu uppgjöf, það var net, Örn kallaði það út og Harriet kemur með sína fyrir uppgjöf. Vel spilað þarna, var mikill undirsnúningur á poti frá BH sem Agnes setti í netið og seinni uppgjöf hjá Harriet. Góð uppgjöf hjá Harriet, mikill snúningur og Stella sett hann í netið og nú hafa þær jafnað, það er 2-2. Þær ætla ekki að gefast upp fyrir henni í fulla hnefana hér BH stúlkur og þær eru komnar yfir 3-2 og hvetja hvor aðra. Seinni uppgjöf hjá Víkingi og þarna mistu BH stúlkur hann yfir, hitt ekki að borðið en nú ráða ráðum sínum með uppgjafirnar, þær ætla að koma með einhverja góðar hérna, gefa hver annari merki undir borði og þær sækja, þær náðu þarna mjög góðu stigi með sterkri sókn og eru einu stigi yfir 4-3 og seinni uppgjöf. Góð uppgjöf þarna sem að Agnes setur í netið, góður undirsnúningur, 5-3. Þarna léku þær mjög skynsamlega, Agnes og Stella, boltinn kom hár tilbaka sem að Stella nýtti sér og refsaði með því að sækja fast og nú hafa þær jafna leikinn.
Staðan er 5-5 og BH á uppgjöf. Nú fengu þær svona hálfgert tæknistig hér Víkingsstúlkur. Boltinn fór í netið og lag svo yfir og þær biðjast afsökunar á því. En hér vinna þær strax annað gott stig og eru þá komnar 2 stigum yfir. Nú hefur þessi lota snúist við og lítur vel út hjá Víkingi. Þarna sóttu þær gífurlega vel Víkingsstúlkur. Fengu enn eitt stíð, 5-8 eða 8-5. Má ekki gefa Víkingsstúlkunum neina sentimetra, þar að segja ef að boltinn kemur aðeins og hátt yfir neti að þá refsa þær mótperjánum að sækja fast. Þessi lota hefur heldur betur snúist við. Allt í einu er hér komið bara að matchpointi. Í fyrsta staðan 5-10 en það er klór í bakkan hér. BH-stúlkur fengu gott stig 6-10 þegar að Víkingur á fyrir uppgjöf. Óheppnar, þarna ætluðu þær að sækja beint úr uppgjöf en Harriet mista hann yfir og þar með lýkur þessum leik. Hann fór 3-0 og nei, ég er nú eitthvað að ruglast hér á þessu. Leikurinn er sko alls ekki búinn. Það er bara tóm vitleysa. Staðan er 2-1 hér. Það er unnu að sjálfsögðu loti hér áðan og geta og eiga allan síðan svo að koma sér inn í þetta aftur. Staðan í viðrögninni er sem sagt 2-1 Víkingi í vil. Og það er núna BH sem byrja með boltan, byrja með kúluna, byrja með uppgjöf. Góð hliðasnúning, svo undir snúningur hjá Harriet sem Agnes er að svara og Sól setur í netið. Fyrsta stigið því til Víkings en seinni uppgjöfin kemur hér. Það er sækja vel hér Víkingsstúlkur, gefa engin grið og staðan er 2-0. Þarna gerðu BH-stúlkur vel. Víkingsstúlkurnar voru aðeins fyrir hver annar þarna í þessu stigi. Góð staðsetning þessna. Það var lítið lofthögg hérna hjá Harriet, hitt ekki boltan og það er eiga uppgjör núna BH-stúlkur þegar staðan er 1-3. Og aftur senda hérna, Víkingur sendi boltan beint á milli þeirra tveggja og Harriet mista á honum, sá hann kannski ekki nóg vel og nú tekur Víkingur hér hröð skref í átt að því að vinna þennan leik. Staðan er 1-5 þeim í vil þegar að tekið er
svo kallar timeout. Þjálfari BH vill gefa þeim einhver góð ráð til þess að reyna að snúa þessum leik. Vonandi getur hann gefið þeim einhver ráð til þess að þær getur komið sterkar tilbaka hér. Víkingstúlkur eru mættar aftur að borðinu en þjálfari BH er duglegur að nota þann tíma sem hann hefur, en nú kallar Örn, dómari leiksins, að tíminn sé búinn. Þær verða því að halda áfram. Þær hafa takmarkaðan tíma til þess að fá að ræða málin og nú þurfa þær aðeins að rifja upp hver var að gefa upp og á hvern. Það getur verið flókið að muna í tílaðaleik. Það eru búin að koma sér saman um það. Það er Stella sem er að gefa upp. Víkingurna er þarna góður í sókn. Svo áður segir það má ekki missa boltan nokkrum sentimetrum fyrir ofan netið, þá refsa Víkingstúlkur strax með að sækja tilbaka. Og hér er staðan 1-7. Mjög mikilvægt fyrir BH að vanda þessar uppgæfi núna. Og Agnes gerir mjög vel í að sækja beint á móti uppgjöfin hennar Harriettar. Það er ekki létt og vinnustig. En nú tókst Harriett mjög vel til, kom með góða uppgjöf sem að Agnes setur út fyrir borðið. En þetta er erfið staða. Það er 8-2 fyrir Víking. En Sól kemur hérna með gríðarlega gott svar við uppgjöf Agnesar, lúppar það beint yfir og á Agnesar megin sem að gerði Stellu mjög erfitt fyrir að sækja það stig. Og staðan er 3-9. Og BH á uppgjöf. Net í uppgjöf, hún er þá endurtekin. Nú átti Harriett, hún ætlaði að sækja, hún átti þarna lúpp en tókst ekki að halda henni á borðinu og það er mattstig. En Harriett setur yfir, þá er þessum leik lokið og Víkingur vann þennan leik 3-1 í lotum, þennan tvíliðaleik og þar með viðuregnina alla 3-0.
Þá staðan 2 fyrir Víking og fjórði leikur Reynir. Data og Davís.